Sæliði og gleðilegan hvíldardag. Nú er víst komið að barnasögu. Takk fyrir spilina mæna. Vil ég ekki sitja bara inn á fremsta bekk? Og þið hinn sem að sitja á hinum bekkjunum, það er allt í lagi. Ég geti bara heyrt hana líka. Heyrðu nú mig. Þú verður að passa þig að hvar þú ert að sitja. Getur að detta úr sætinu og detta beint úr báknum yfir í sjóin þegar við erum alveg að fara að koma til Indlands. Sagði pabbi við Jeff, en það verður 6 ár frá því að þeir hefur verið í Indlandi sem að pabbans hefði verið svona trúboðslæknir. Og Jeff var rosalega spenntur að koma tilbaka til landsins þar sem hann hefði alist upp. Hann man sérstaklega eftir því þegar hann var 6 ára og átti afmæli, þá hafði hann kynnst rosalega góðum vin hans sem að hét trompet. Veitir þið hvað trompet er? Er það ekki? Já, svona. Er það venjulegt nafn á einhvern að heita trompet? Þekkið þið einhvern sem heitir trompet? Nei, kannski nágrís eða hamstur eða eitthvað svona, en enga fólk. Ok, það stemmir af því að Jeff hafði hjá besta vini sínum kynnst fílnum trompet. Það vildi svo til að vinur hans og pabbans þeir bjuggu á svona fílabúi þar sem þeir voru að bæða þjálfa fíla og selja það og þeir voru að koma svona inn og passa upp á þá. Og 6 ára afmælinu sínu þá hefði hann fengið að halda það þar og hann hefði kynnt sér sem trompet. Og þessi trompet var pínu svona vandræðagemlingur, má ég segja það. Hann var ekkert rosalega hlýðinn, hann var svona, var alltaf til vandræða. En hann og Jeff áttu rosalega vel saman og strax eftir afmælið þá urðu þeir rosalega góði vinir. Það góði vinir að þegar hann kom í heimsókn, þá gat hann bara kallað trompet, matur. Hann þekkti röddina, þekkti nafnið og kom hlaupandi og hann gaf hann hnetur og gulrætur og hvaða sem var. Og meira segja vildi að þannig til að trompet var hann veikur og hver var það sem var að hlúa honum þegar hann var með lungnabólgu þegar hann hóstaði úr sínum fílalungum. Það var Jeff. En eftir að hafa flutt í burtu eftir 6 ár þá var hann rosalega hress og vildi beint fara til vina síns til þess að sjá hvort hann gæti hitt hennan trompet. Þrátt hann væri orðinn skilur 13-14 ára núna, þá langaði hann rosalega hitt hann. Og þeir kom í landið og keyrði í leigubíl og eins og það var þannig úti. Og þegar þau komu á staðinn, þá átti hann að segja hæ við vini sín, hann spurði heyrðu já, og hann getur fengið að sjá fílan aftur. Jú, þeir fara inn í fílabúrið, tilbúinir að hitta alla og hann lítur í kringum sig. Sér engan hvítan svona fíl sem að hefði verið bestu vinur og svo spyr hvar er eiginlega trompet? Ég veit að það eru 6 ár frá því ég fór í burtu en er hann ekki ennþá á lífi? Fyrirgefðu Jeff, mér er ekki leiðilegt að segja þér að en bara nokkrum vikum eftir að þú fórst aftur út til útlanda þá tók trompet eitthvað svona æðiskast og þegar var að fara að baða hann út í ánni þá hljóp hann út í skóg og við fundum hann aldrei aftur. En veistu hvað, ég hef stundum heyrt, þetta var svona út í sveit, ég hef heyrt hann og hljóðin í fílahjörðinni, þá finnst mér ég hafa heyrt trompetan einhvers staðar í fjarska. Jeff var ekki alveg sáttur, búinn að fara yfir hálfan hnöttinn, sérstaklega spenntur yfir því að hitta vin sinn, herra trompet. Þannig að hann var þarna í einhverja 2 vikur og ferðalagi var ekkert sérstaklega skemmtilegt eins og hann ímynda sér, þannig að hann að enda síðasta daginn eða næst síðasta daginn þá var hann eitthvað að vafri og fór bara út í skó og hugsaði ég ætla bara að fara að ganga hérna, kannski verður eitthvað skemmtilegt hér. Hann er á gangi og gengur miklu lengur en á að gera eins og það er öruggt og hann er honestly þreyttur hann eins og maður ætti ekki að gera þegar út kannski frumskóg í öðru landi. Þá fær hann sér bara sæti aðeins síðdegis og hann ætla bara aðeins að leggja sig og setjast niður í 10 mínútur, skilur. Þegar hann er búinn að hvíla sig, þá vaknar hann upp, opnar augun, lokar þeim strax. Hvað heldur hann hafi séð? Nei, hann sá engan trompetinu. Ég segi aldrei svona gleðisögur. Hann opnar augun og þá sér hann beint í augun á kóbraslöngu.
Svo hann lokar henni bara sjálfs og hreyfir sig ekki neitt og hugsar, ef ég bara hreyfi mig ekki og opni ekki augun, þá kannski bara fer hann í burtu. Svo hann opnar því aftur, kóbraslangan hann rétt hjá honum og það bara svona starir á hann, svo hann hreyfir sig ekki, hann situr bara grafkyrr. Og hann situr og situr í langan tíma og hreyfir sig ekki neitt, þannig að það bara, jæja, ég veit ekki hvað ég að gera hérna, gista hérna eða ráðast á kóbraslönguna, ég veit ekki hvað ég að gera. Þangað til hann heyrir nú eitthvað, bom, 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 hljóð rétt hjá það sem að virðist vera einhver hjörð af dýrum. Heyrðu, fílahjörð, og hann sér nú eitthvað sem hann þykist kannað við og þegar hann heyrir þetta og hrópar eitthvað upphátt, þá kemur einn fíl sem að virkilega kannast við einhverja rödd, kemur hlaupandi, snýr sér við frá hjörðinni, hleypur beint að honum, stígur á kóbraslönguna og tekur beint utan um með rananum af því að hann mundi alveg eftir honum og verður rosalega glaður. Jeff fagnar þessu rosalega og alveg bara faðmar, hvað ekki bara löppin á fílnum, en þannig að fíllinn Trompi tekur hann upp og setur hann bara upp á bak og labba með hann og þannig að þeir fara bara að labba í frumskóginum og síðan heldur hann, já, nú fer ég bara með hann aftur til vina mín sinna búgarinn. Þangað til þeir fara að nálgast lok skógarins, þá stoppa Trompet og tekur hann aftur af og setur hann niður og þá vita þeir að þeir eru bara að fara að kveðjast því að Trompet búinn að finna sinn stað í skóginum og ekkert að fara aftur inn í búrið og kominn tími fyrir Jeff að fara aftur heim til Bandaríkjanna eða hvaðan sem hann kom. Það er nokkuð viss að hann hafi verið þaðan, en rosalega var samt gaman að þeir gátu hist á þessum tíma. Já. Svona eru söguna margar, ótrúlegar, en þessi saga las ég hérna, þar sem hann skrifaði þetta eftir á að þetta hafi gerst þegar hann orðinn aðeins eldri, hann Jeff. Takk fyrir að hlusta og þið með fókar aftur sæti núna. Þið hefur verið rosalega dugleg og hlýðin í dag, ég ætla bara að segja það. Ég hef bara ekki heyrt svona miklu þögn í barnasögu bara í marga mánuði. Hafið þið einhvern tímann verið, þetta er nú bara ég veit alveg svarið, hafið þið einhvern tímann verið öfundsjúk? Virkilega öfundsjúk. Og kannski gerið ykkur alltaf grein fyrir því að þetta sé öfundsýki sem er í gangi. Ég var að rifja einhverja sögur upp í gær, þar sem ég var að segja frá samnemenda mínum sem kom frá svona frekar efnaðri fjölskyldu og hafa séð honum í gegnum lífið með svona hluti frekar auðveldlega og ég var í skóla með ágætis tölvu, frekar gamla og ekki sérstaklega góða, svona bara Toshiba fartölvu. Mér langaði svolítið að fara að uppfæra því að það var allir að kaupa einhverja nýja spjaldtölvur og þetta. Þangað til ég sá einn vin minn sem var með mér oft í verkefnum í tíma. Hann var með sína Apple-tölvu og iPhone-i sinn líka sko og iPadinn og ekki nóg með að hann var með þessar þrjár, heldur þegar það kom út svona iPad mini þá sá ég hann bara sömu viku að koma út. Þá var hann ekki bara með iMac tölvuna sína og iPad síma sinn og hvað heitir þetta? iPad-i sinn heldur var hann með iPad mini líka því að hann nauðsynlegt að hafa 4 tæki þegar út í skólanum til þess að nota alla hluti til þess að taka nótur. Nei, ég var pínu öfundsjúkur því ég sagði sko, hann er með 4, ég get bara fengið 1 og hann sér enga mun á þessu. Þá geti ég notað þetta og ég mig dreymdi hvað ég myndi gera frábæra hluti af þessu og ég geti notað þetta miklu meira en hann því hann getur ekki notað 4 í einu sko. Þangað til ég fattaði bara eftir hann að væna búinn að benda mig nokkuð oft á það að ég væri eiginlega bara smá öfundsjúkur. Ég sagði nei, mér bara langar, ég dreymi bara, en ég var virkilega farin að bara að bera kannski smá kala til hans vina mín svolítið þegar hann aftur geta skilið að fá öll þessi 4 tæki sko, hann geta alveg deilt í með mér. En það er svona, maður getur oft orðið fyrir öfundsýki og sagan sem við förum í gegnum í dag fjallar aðeins það. Ég bið ykkur ef þið eru með biblíur að ekki að fá ykkur en aftast, þau getið fylgt með mér í 4. Mósebók. 4. Mósebók, við erum búin að vera að fara í gegnum nokkuð skipti því ég verið hérna, sögur úr eyðimerku för Ísraelsmanna. Ég ætla nú bara að halda við það. Og 4. Mósebók, 12. kafli. Við skulum byrja þar, ég ætla nú að finna mína biblíu.
Við skulum lúta höfði í bæn saman áður en við byrjum að lesa. Kæri Faðir á himnum, þökkum þér fyrir orði til okkar í reikningunni, að við byrjum þig að tala til okkar í gegnum það í dag, að við getum lært meira þig og líka bara sjálf okkur þegar við lítum í orð þitt og við getum breyst í mynd þína, Faðir, svo við getum lært af þér og orðið meira eins og þú. Og við byrjum þig þinn heilaga anda hingað í dag til þess að vera með okkur í Jesú nafni, amen. Í 4. Mósebók 12. kafla, þar höfum við frásögn af Miriam og Aron. Bara rétt til þess að gefa okkur grundvöll að því sem að gerast, þá eftir að Ísraels menn höfðu farið út úr Egyptalandi, þá fóru þeir á Sínaí fjall og fengu boðorðin og voru þar í nokkuð langan tíma. Ég heldur að það verið í það bil 1 ár. Þeir voru að koma að skipuleggja hlutina, skipuleggja hvernig þetta vera með helgidóm í miðjunni og alla ættkvíslina hérna og svona og skipuleggja hreinlæti og embætti á fólki og hvernig hlutin ætti að vera. Nú, það kom fljótlega í ljós eftir að við vorum búin að vera þarna að Móse gat ekki einn og séð allt og talaði við sérhvern einstakling sem var með vandræði, þannig að honum hafa verið ráðlagt af tengdaföður sínum að fá sér nú svona hjálparmenn, aðstoðarmenn. Það myndi fá svona öldunga sem að gætu séð sumir myndi sjá svona kannski bara 1000 manns og ef það var einhver vandræði þar þá myndi tala við þá. Sumir myndi vera kannski minni hópa, 100 eða 50 og það var einhver vandamál í þeim hóp, þá myndi þið fyrst koma til hans. Ef hann gæti ekki leyst það, þá myndi það fara upp svona, upp keðjuna. Og það var það sem var nýbúin að gerast og þeir voru búin að endurskipuleggja sig svolítið hérna. Síðan grípum við hérna í 12. kapítula. Þetta svona aðeins forsaga þess mjög stuttlega varðandi þennan kafla. Við lesum þar í fyrstu 3 versunum, það segir að Miriam og Aron, og bara fyrir þá sem ekki alveg viss, strax upp af við, Miriam og Aron, það eru systkini Móse sjálfs. Miriam og Aron, þau ávítuðu Móse vegna konunnar frá Kús sem hann hafði tekið sér fyrir eiginkonu. Þau sögðu, hefur drottinn aðeins talað við Móses, hefur hann ekki líka talað við okkur? Drottinn hlustaði á þetta. En Móse var hógvær maður, hógværari en nokkur annar á jörðinni. Áður en að við förum yfir hennan texta, hvað vitum við Miriam? Er einhverja sögur Miriam? Er hún bara ný persóna hér í Biblíunni eða þekkjum við eitthvað til hennar? Systur Móse? Engin? Það er engin frásögn hana? Jóel. Hún var með honum í Egyptalandi. Munið eftir hún hjálpaði honum, alveg fyrsta sem við lesum Móse er sagt að hann er lagt í svona örk og hann er geymdur út í sefinu og hver er það sem er að passa upp á hann? Var það ekki systir hans Miriam? Jú, þannig við sjáum alveg strax að Miriam, þegar hún birtist fyrst, þá er hún svona hugrökk, ung stúlka sem að gera rétt og eða með svona, bara ákveðin svona siðferði styrk til þess að gera það sem hún á að gera. Og seinna meir þegar eru búin að löngu seinna þegar Móse er búin að leiða fólki í gegnum út úr Egyptalandi og bara fara yfir Rauðahafið, þá er sérstök fagnaðarhátíð haldin þar sem að dansað og sungið saman og hver er það sem að leiðir það? Engin önnur en Miriam sjálf sem að hafi verið leiðtogi með þeirra. Hæfileikarík kona sem að hafi verið í ákveðnu bara leiðtoga hlutverki. Þess vegna er til dæmis minnst á það í Míka miklu seinna þegar Guð er að minnast á eyðimerkurferðina, þá segir hann: Ég leiddi þig út af Egyptalandi og frelsaði úr þrælahaldsinu og ég sendi þér Móses, Aron og Miriam til forystu. Þannig að þau voru öll 3 svona, leiðtogar á þessum líð þegar var að fara út úr Egyptalandi. En eitthvað gerist hjá Miriam, þannig að hún verður smá öfundsjúk. Var kannski eftirvill af því að Móses hafði hlýtt á tengdaföður sinn og sett 70 öldunga, hugsaði með sér, býtu, en erum við ekki nóg? Og er ósátt með því að kannski hafi ekki haft neitt að segja með þetta. Að hún sé afbreyði varðandi þessa hugmynd. Og það segir ekkert með Aron. Það er mikil skemmtilegt, merkilegt að eftir að hann
gerir þetta með gullkálfinn, þá var eins og í þessu tilfelli, þá var hann eiginlega bara svona passífur aðili sem að segir voðalega lítið í öllum sögunum sem eftir er upp á því. En allavega, þið sáum hér að hún segir, hefur Guð bara talað við Móse, hefur hann ekki talað við okkur líka? Og hún lætur óánægju sína í ljós varðandi, ekki Móses yfir að hafa gert þetta eða tengdaföður sinn, heldur yfir konu Móses, sem er átt við hérna Sipporu. Og í minni nýrri þýðingunni segir sko, þau ávituðu Móse vegna konunar frá Kús sem hann hafði tekið sér fyrir eiginkonu. Nú, hvað segir í gömlu biblíuþýðingunni? Það hljómar aðeins öðruvísi, það ekki? Ok, þau ávituðu hann út af blálensku konunni sem hann hafði tekið. En Sippóra var frá Kús og var af dekkri litarhætti. Þess vegna er hún kölluð, hér segir bara hún sér frá Kús, en í gamlu þýðingunni það segja bara beint blálensk kona. Nú er þetta mjög gamalt orð sem er ekki notað lengur, kannski mjög skiljanlega og réttilega, en orðið blámaður sem er bara íslenska orðið yfir að vera svertingi eða svartur en litarhætti, að það er svo dökkur að það er svo sé blár litur. Og þetta er með þess að sko í einkennum á landinu, fyrir norðan þar sem að ég bjó, þá er til dæmis stórt fjall sem heitir bara Blámannshattur, þannig að þetta er svona hér og þar. En allavega, hún var frá Kús sem var ríki í Afríku, svona fyrir neðan Egyptaland, þar sem að Súdan er núna, mjög gömul saga þar, þetta er mjög gamalt land, stundum er talað þetta sem Eþíópíu, en allavega, hún var ekki gyðingur, hún var ekki eins og þau, hún var ekki eins og Mirjam í útliti og litarhætti og ekki hebreið, heldur var hún frá öðrum stað. Þrátt fyrir það, þá var hún afkomandi, það segir sko að hún hafi verið frá Kús eða Midjan, afkomandi Abrahams, og hún var trúuð kona, en leitaðis öðruvísu hús. Og hún kom frá þeim stað, Midjan, eða sem að Móses sjálfur hafði verið í eyðimörkinni, þannig kynntist hann konunni sinni. Það segir í biblíunni að Móses þegar hann fór úr Egyptalandi í 40 ár, þá fór hann til Midjan og þar kynntist hann þessari konu. Það segir líka að Jósef hafi verið seldur til Midjan, þetta er staðurinn ekki svo langt frá. Þáttur að menn sé ekki alveg viss hvort hann sé frá Arabíuskaga eða hann í Afríku fyrir neðan Egyptaland. En það vildi bara þannig til eftir að Móses var búinn að kynna Sipporu, það var búinn að giftast henni, vera hana úti í hálfgerðri eyðimörk lengi. Þegar hann fór aftur til Egyptaland, svo Guð kallaði hann til þess að leiða fólk sitt út, þá skildi hann konuna eftir. Hann fór einn, fór til Egyptalands, vann með þeim við að fá Ísraelsmenn út, en núna þegar voru komið tilbaka, þá hittir hann aftur konuna sína. En Sippora hafði, verið þannig lengi án hans. Og hér kemur hún bara í fyrsta skiptið aftur fram á sjónaborðið og eftir vill, þá hefur Mirjam aldrei hitt Sipporu. Því að Móses fer út í 40 ár, giftist, skilur hann eftir, kemur tilbaka, hittir systkini sín, þau leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og þar hittir hann síðan aftur konuna sína og systkinin hitt hana í fyrsta skiptið. Og eins og vill oft vera í skemmtilegum, boðum, þá er fyrsta skiptið sem þau hittast ekkert sérstaklega skemmtileg fyrir utan að komandi einstaklingin eða hana Sipporu. Sippora, sem hafði séð að Móses hafði mikið að gera og greinilega faðir hennar hafði verið hana líka, ráðleika Móses eins og við sögðum að skipulag með 70 öldunga og Mirjam finnst gengið fram hjá henni og Aron örugglega ýtir undir orðinnar og spyr okkur talaði ekki Guð genum okkur líka, okkur ekki tekið mark á okkur. Þess vegna ávitaði hann Móses vegna þessa. En það segir hér, en drottinn hlustaði á þetta, þannig að drottinn heyrði ávítun þeirra því þeir voru ávita Móses, en Móses var hóvarinn en nokkur annar á jörðinni og sagði ekki neitt. Og nú veit ég að Móses, ef hann var hóvær, þá hefur hann örugglega ekki ritað sjálfur sjálfan sig hvað hann væri hóvær, alveg eins og hann ritaði ekki sjálfan sig þegar hann er látinn, heldur þessu kannski bætt inn í þess að skilja af seinni tíma spámanni af hverju Móses segir ekki neitt, en hann var sá hóværasti maður sem að Lúkas fundi á þeim tíma. En hér er það sem að Sippora gerir, litið svona mjög neikvæðum augum. Og af hverju er öfundsýki hennar
svona slæm? Af hverju er öfundsýki yfir höfuð svona slæm? Nú, öfundsýki fær einstaklingin, fær mann, eins og í mínu tilfelli mig, til þess að þrá stöðu eða eignir eða eiginleika einhvers annars á kostnað einhverja annara. Mirjam var til dæmis öfundsjúk út í Sipporu vegna þess að Sippor og faðir hennar höfðu haft áhrif á ákvarðanatöku Móse og Mirjam fannst að hún ætti að fá að vera í þeirri stöðu að hafa áhrif á Móse, ekki þessi útlendingur eða fyrirgefðu, hún þessi eiginkona hans. Hún vildi fá stöðu Sipporu. Við eigum meira þess að til orð yfir þetta sko í Boðorðunum 10 sem kemur mjög nálægt þessu. Svona svipað hugtak. Seint í Boðorðunum þá er talað þú skalt ekki girnast neitt, ekki girnast húsnáunga hans, ekki girnast konu hans, ekki girnast stöðu hans og börn hans og hvað það sem hann hefur og búfé hans og hvað eina. Nú, þá er þessi spurning sko, hvað er, maður hugsa með sig sko, girnd, er eitthvað svo slæmt að girnast? Er það bara ekki eins og að þrá eða vilja? Ég meina, ég vill kannski fá menntun, er það vont ef einhver annar er læknir og ég vil vera læknir, ég þá að girnast hann, er það eitthvað slæmt, eða girnast stöð hans? Eða er ekki bara þrá eða vilja? Er það ekki eitthvað annað heldur en að vera öfundsjúkur? Jú, að hafa þrá eða löngun er eðlilegt að dreyma á að vilja eitthvað, en þrá sem verður eiginlega stjórnlaus og endar að stjórna þér eins og styrum, verður það bara girnd sem fer þá að langa sakleysislega í eitthvað, yfir í það að þrá eitthvað sem einhver annar á og vil komast yfir það á kostnað þeirra. Þannig að Mirjam vildi ekki bara fá kannski að vera, hún var í stöðu sem leiðtogi og talsmaður, en síðan þegar einhver annar kom þá vildi hún bara að hún fari í burtu og hún myndi halda áfram þessari stöðu. En það er bara þannig að það er svona sett upp í kannski öfugt við Móses sem var mjög hógvær og var ekki að kannski væntast eða vilja að svona koma sér á framfæri til þess að gera hlutina, heldur bara því að Guð kallaði hann þá hlýddi hann því. En hinir auðmjúku geta notið leiðsagna drottins því að þeim er hægt að kenna, en hinn sem er stoltur og öfundar og er uppfullur af sjálfum sér, það er erfitt fyrir hann að njóta leiðsagnar því að hann er of mikið stoltur og fullur af einhverju til þess að taka leiðsögn. Þannig að við sjáum hér í framhaldinu, lesum með mér 4-8 vers. 4-8 vers. Skyndilega sagði drottinn við Móse, Aron og Mirjam, farið öll 3 til samfundatjánsins, til helgidómsins, og þau fóru öll þangað 3. Vers 5. Þá steig drottinn niður í skýstólpa, tók sér stöðu við tjaldirnar, hann kallaði á Aron og Mirjam. Þau gengu bæði fram og hann sagði, hlýðið á orð mín. Sé spámaður meðaliðar, birtist honum í sýn, tala við hann í draumi. Þannig fer ég ekki við Móse þjón minn, sem er trúað fyrir allri þjóð minni. Ég tala við hann augliti til auglitis, en ekki gátum. Hann fari að sjá mynd drottins. Hvers vegna áræddu þið að ásaka þjón minn Móse? Eða hvers vegna ávítuðu þið hann fyrir það sem hann gerði? Guð segir að talaði við Móse eins og munn til munns. Ekki gegnum þriðja aðila, ekki gegnum túlk, meira segja ekki gegnum sýnir og drauma, heldur, bara í persónum má segja það. Við höfum aðra spámenn eins og Daniel. Hvernig birtist Guð Daniel í Danielsbók, bara við þekkjum bókina? Nú hann fær drauma sem hann sér, þannig tala Guð til hans. Á einhverju tíma fær hann jafnvel sýnir þar sem hann sér hluti gerast, en hann fær ekki eins og Móses, að það sem hann hittir bara munn til munn, eða sér hann bara auglitis til auglitis, heldur fær hann hlutina meira eins og er lýst hér í gátum og í myndum sem eru svona, tákrænar. Þess vegna oft talaði Móse sem mesta svona spámann eða mesta mann Gamla testamentins, því að hann var ekki eins og hinir spámennir. Hinir spámennir áttu reynslum við Guð mjög nána, en Móses var sko bara stiginu fyrir ofan þá, af því að hann bókstaflega var bara beint að tala við Guð. En í gagnrýni sinni og öfundsýki í Móses voru Mirjam og Aron ekki bara að fara gegn Móse og segja okkur í Móse að gera þetta svona, heldur bara beint við Guð sjálfan. Og Guð hafði kallað Móse og úttelt anda sínum yfir hann, og það sem þegar þau voru svona mögla gegn honum og vildu breyta einhverju, var bara eins og uppreisn við Guð og hvernig hann stjórnaði. Þess vegna lesum við restina af kaflanum, 9. vers áfram. 9. vers og áfram.
Reiði drottins blossaði upp gegn þeim og hann gekk á brott. Leið og skýið vék burt frá tjaldinu var Mirjam orðin snjóhvít af holdsveiki. Aron sneri sig við að Mirjam og sá var hún orðin holdsveik. Síðan sagði Aron við Móse: Æ, herra minn, láttu þá synd sem við frömdum af heimsku ekki koma niður á okkur. Láttu hann ekki verða eins og andvana fóstur sem helmingur holdsins rotnaður af þegar það kemur móðurlífinu. Þá hrópaði Móse til drottins og sagði: Gerðu þetta ekki, læknaðu hana. En drottinn sagði við Móse: Hefði faðir hennar hrækt framan í hana, þyrfti hún þá ekki að bera skömmina í 7 daga. Hún skal vera lokuð inni í 7 daga utan við herbúðirnar. Síðan getur hún komið inn aftur. Mirjam var því lokuð inni utan herbúðina í 7 daga. Fólki lagði ekki af stað fyrr en hún var aftur komin inn í herbúðirnar. Reiði drottins blossaði upp gegn henni þegar hann gekk á brott, og þegar skýið fer í burtu, þá er Mirjam snjóhvít af líkþrá. Fylgið með mér aðeins hérna. Gæti verið að það er ekki tilviljun að henni, sem var svona illa við mágkona? Mágkonu sína, sem var kölluð blálenskona eða bara dökk af hörund, að vegna þess, og hún ávíta Móses út af því, að í staðinn þá fær hún alveg náhvíta hönd. Spurningin er hvort að það megi finna hér að það sé svona fyrsta skipti sem að finnur svona snefil af fordómum, kynþáttafordómum vegna útlits líka, því að sérstaklega tekið fram. Henni líkaði ekki við þessa brúnu, þannig að þá verður hún bara hvít og jafnvel náhvít eins og annað, holdsveikisjúklingur. Ég veit að fólk enn þann dag í dag getur verið óánægt með svona blöndu sambönds og fyrir að skipta sér ennþá að. Gæti kannski tekið leksíu hér frá Mirjam. Fólk að spyrja nú af hverju hún að giftast utan lands eða einhver svona útlendings, verði ekki einhver nógu góði fyrir hann hér, eða hvað með börnin, ættu ekki bara ekki giftast innan síns lands og sín kynþáttar og bara hafa þetta eins og dá að vera hérna, og muni þau ekki þurfa að líða fyrir þetta og eitthvað svoleiðis. Þetta er svona sem að eins og maður hefði haldið að væri kannski horfið árið 2014, þá erum við Ísland alltaf með svo stutta sögu af fólki sem hefur komið frá öðrum löndum til Íslands í einhverju mæli, að þetta er enn þann dag til staðar í dag. Eftir vill geta börnanna liðið fyrir það, en það sem skiptir mestu máli þegar kemur á samböndum fólks er það þjóðerni eða litarháttur, útlít þeirra á heimaland, eða er það hvaða persónu það ber innra með sér. Ég var einhvern tímann að tala við hóp af fólki og þau voru að spyrja það varandi bara krökkum og spyrjandi varandi kynþætta fordóma í Íslandi og eitthvað svoleiðis. Það var kannski ekki mikið, en það var allavega eitthvað eins og einhver myndist á sem þau sá í strætó varandi þetta slógan. Ég veit að þetta er ekkert margir sem kannski eru hlýðandi þessari hugmynd, en allavega hana kemur alveg upp svona bara keep Ísland white and your future bright og eitthvað svona. Mótspyrnu við það að Ísland hafi svona kannski síðastliðin 20 ára, 30 ára svona leyft fólk að koma inn í landið eins og það væri slæmur atburður og þetta bara að halda eins og það væri og losa sig við það. Því að fyrir mörgum árum þá var Ísland, ég man þegar ég var í skóla, það var kannski einn krakki sem var ekki, bara gat rekið ætti sínar innan til ársins 800 eftir Krist til Noregs, kannski einn 30 eða 40 eða eitthvað svoleiðis. En núna er þetta breytti tímar þar sem við höfum tekið við og opnað landi og fengið inn miklu fleira fólki frá öðrum löndum. Og hvernig tökum við öðruvísi fólki og á hvaða forsendum? Meðtökum við það eða fólk sem meðtökur ekki? Skiptir litarhaft og þjóðerni einhverju máli? Eða þá það sem býr innra með fólki? Eins og til dæmis varðandi konuna hans Móses, trú og manngæska. Við lásum hér í 1. Samúelsbók, þar sem er texti sem að fjalla við ætlum bara að fletta upp á þetta aftur, 1. Samúelsbók 16. kapli, var það ekki, 7. vers.
þá verið að velja konung og eftir Sál og Samúel fer og hittir alla fjölskylduna sem hann á að velja og hann sér það marga stæðilega og mikla menn og hann segir þetta maðurinn sem að Guð ætlar að velja sem konung, svo sem hann var svona stór og mikill. En Samúel fær þessa sendingu frá drottni sem að segir við hann: horfðu ekki á hæðans og glæsileika því að ég hef hafnað þessum. Guð lítur ekki á það sem að maðurinn lítur á, maðurinn sér hið ytra en drottinn horfði á hjartað. Og í staðinn þá kýs hann yngsta og minnsta strákinn sem svona lítill svona og sætur og heitir Davíð. Hann ekki stór og tignalegur, kannski eins og konungurinn Sál, en hann hafði það rétta sem var innan í, sem að þurfti til þess að vera leiðtogi. En það bara þannig að maðurinn, við náttúrulega sjáum ekki innan í fólk, því við erum ekki með röntgen sjón og ekki með geð sjón sem að les eitthvað inn í heilina fólki sem betur fer, heldur sjáum við bara útlit og þess vegna mjög auðvelt bara að fara eftir því. En Guð segir, passaði á því að fara bara eftir því að það sem að skiptir máli það sem innra með fólki og þú sér það ekki alltaf. Það erfitt að sjá meira en útlit þráttur að fókusun ætti að vera innan á. Jú, því að í augum Guðs eru allir börn hans sem að honum tilheyra og hann eru bara til og það sem að skiptir máli er hvernig fólk að innan og hvaða persónu það geymir. Það sem að skiptir meira máli, til dæmis ef ég var að ráðleggja einhverjum samband, þá var hvort það væri trútt Guði og hefði kærleika til hans fremur en ríkisfang og litarhaft og annað slíkt. En í Mósebók aftur, 12. kafla, það segir hér að Guð, Aron segir við Móses, byttu til Guðs og bara fyrir hennar stað að hún megi ekki bara verða holdsveik og þurfa að fara utan samfélagsins og þurfa bara að búa annar staðar, bara úti svona við jaðra samfélagsins sem eftir því að hún væri þá óhrein og þurfti að halda sig í burtu svo það myndi ekki dreifast og hún myndi bara, halda sig innan skefja. En Móses biður til hans, Guðs, og hann segir, jú, ég get gert það en 7 daga, alveg svo ef hún er orðin óhrein þá þarf hann að vera í burtu í 1 viku, áður hann getur komið aftur inn. Og þau bíða öll, sem sagt bara þjóðin eftir að hreyfa sig þangað til að hún er tilbúin. Vanþóknun Guðs á Miriam getur verið tákn viðvarin og til þess að bæla niður svona anda þveðuðar og uppreisnar í samfélag sem var mjög spes, flakkandi hópur, milljón án heimilis þarf að hafa heimil á hver í stjórn og hvort það sé einhver uppreisnar í gangi og svo það bara geti haldið sér, sérstaklega þegar þeir eru að ferðalagi eins og þau voru núna akkurat á þessum tíma og voru að ferðast á milli staða. En það gerist þetta, mér finnst þessi texti mjög furðulegur sem fjallar hrákuna í versi 14. Drottinn sagði við Móse, hefði faðirinn hrækt framan í hana þyrfti hún þó ekki að bera skömmina í 7 daga. Þetta eru ímyndaðir, að hrækja framan í einhvern. Það er mjög, mjög dónalegt. Það er ekki rétt hjá mér. Ég ætla ekki að segja þá sögu, ég ákvað bara að sleppa því strax. En fyrir faðir að hrækja framan í dóttur sína, ég held að hann nota hérna dæmi úr samfélagi örugglega það dónalegasta og smánalegasta sem þú getur gert, það sem það fær þig mest til þess að svona lose face eða eitthvað svona missa, að mjög svona smánalegt fyrir þann sem þú getur gerst. Og hann segir, bara ef það hefði gerst, þá ætti hún að fara í burtu í 7 daga, hvað þá þegar hún að smána mig. Og þannig eins og hún fái þetta tilbaka frá mér lík þá til þess að hún viti hvað hún í raun og veru var að gera. Hún var ekki bara að hafa einhverjar skoðanir og segja eitthvað, heldur var hún eins og hún væri bara í uppreisn mig og ég þarf að láta hann að vita hvað í gangi. Af því að hugmyndin að öfundin sem að Miriam var með, sem að lítur oft út fyrir að vera kannski bara smáleg, við lesum það í reikningunni að einn fyrsta bara upprunlegasta syndin einmitt bara á himnum þegar Lúsífer sjálfur fekk öfund í hjarta sitt og sagði, af hverju má ég ekki vera eins og Jesú Kristur, af hverju fær hann eitthvað sem ég fæ ekki, af hverju fær hann tilbeiðslu, af hverju hann hluta af einhverjum guðdóm ekki eins og ég. En það kemur til hans og hún fær, og það er strax bara tekið í á málunum. Ég held að saga Miriam sé bara áminning til okkar sem að mögla gegn og öfunda þá sem að Drottinn hefur fengið mikla ábyrgð, heiður og eitthvað svoleiðis og til okkar sem að
öfunda hlutskipti annara og gleyma boðorðinu 10, þú skalt ekki girnast, af því að girndin og öfundsýkin hún færir ekki beint kærleika í hjarta okkar til annara, heldur gerir hún akkurat hið öfuga. Kannski einhver hér sem hefur girnst eitthvað og hefur haft öfund út í náunga þinn út af einhverju. Ég veit að getur verið smálegt, en þess vegna nefnir hann með þessu í boðorðinu þráttur að sé ekki nema þú girnist bara dýr náunga eins. Ekki gera það, ég setja það í boðorðinu mína því ég veit hvað það gerir við hjartaðið og hvert það færi þig. Ég bið ykkur bara það, ef þú eftir að hlusta á þetta hefur séð, já, ég þekki þetta alveg, ég hef haft öfund í hjarta mín og hef verið með þetta að girnast eitthvað eins og boðorð 10 hefur boðið í gegn, að þið bara bið ykkur í dag að leggja það fram fyrir Guð og gefa það Guði, því að hann getur tekið hvað sem og breytt hjartamannsins til þess að það fái einhverja aðra þrá eftir bara Guði sjálfum og setji það í staðinn í hjarta okkar heldur en girnd eftir einhverju öðru. Við skulum ljúka saman með bæn. Kæri Faðir, þökkum þér fyrir orðið þitt og við getum verið hér í dag saman, við getum tilbeðið þig. Takk fyrir það að vegna blóðs Jesú Krists þá eru allir menn bara eitt, hvort sem við erum gyðingar eða Grikkjar eða Íslendingar eða Pólverjar eða hvað sem að við erum öll eins fyrir þér og þú hefur frelsað okkur öll með blóðið þínu til þess að vera þitt fólk, og ég bið þig að setja í hjarta okkar bara kærleika og umburðarlyndi gagnvart öllum, og þú hjálpir okkur að sjá alla einstaklinga fyrst og fremst bara sem börn þín, og þú hjálpir okkur að meta þau eftir því en ekki eftir útliti og öðru slíku, heldur bara það hversu verðið allir einstaklingar í augum þínum. Biðjum þig, ef það finnst eitthvað synd í hjarta okkar, einhver girnd sem á ekki að vera þar, einhver öfund, Faðir, og við leggjum það fram fyrir þig og biðjum þig að breyta hjarta okkar og setja frekar þrá eftir einhverju góðu og æðru heldur en því sem við eigum við núna. Og við biðjum þig þess í Jesú nafni. Amen.